Velkomin í þáttinn minn, jólastressráð SD-úfs, stúfs, það ég. En þetta samt ekki þáttur til þess að kenna ykkur hvernig þið eigið að vera stressuð. Þetta akkurat öfugt við það. Velkomin! Núna eru jólin að koma, eins og allir vita, og þá verða margir mjög stressaðir, af því það svo margt sem hann þarf að gera. Það var reyndar einhver sem sagði að það ætti að segja streittir, en mér finnst það nú bara hljóma eins og reittir, streitir og reittir. Einu sinni þegar ég var lítill sveinn, og var svona að byrja að gefa í skóinn, þá var ég oft mjög stressaður. Ég var svo hræddur að ég myndi bara gera einhverja bjefaða vitleysu og allir yrðu B-á-aðir, brjálaðir. En svo var ég einu sinni mjög stressaður og var að fara að gefa í skóinn og var eitthvað svona svolítið seinn fyrir. Þá sá ég svona kertaljós í glugga og ég ákvað að fara að gá hvað þetta væri. Og ég kíkti á gluggann og þá sá ég svolítið skrítið. Fyrir innan voru mjög margt fólk og það var að gera alls konar svona skrítnar svona hreyfingar. Það var ekki að dansa, það var bara að gera einhverjar svona skrítnar hreyfingar. Og fyrir framan fólkið þá var einhver svona kona sem þau voru að herma eftir. Og þessi kona var greinilega að segja eitthvað mjög merkilegt, þannig að ég setti svona eyrað að rúðunni og hlustaði og ég heyrði að konan sagði að þetta héti jóga og það væri mjög gott við svona jólastressi og jóga að gera einhverjar svona skrítnar hreyfingar og anda mjög djúpt. Ég svona jógasveinn. Setjum senið í fenið. En ég kann reyndar aðra góða leið til þess að losna við jólastress. Hún að mörgu leyti miklu betri því að maður þarf ekki að erfiða alveg eins mikið, en maður svitnar samt alveg jafn mikið af henni. Og það að drekka ofboðslega mikið kakó. Þetta svolítið heitað þá. Þá drekkur maður svo mikið kakó að maður verður alveg rosalega saddur og steingleymir alveg að vera stressaður. Það mjög gott ráð, en ég mæli ekki sérstaklega með því að gera jógaið eftir að það búið að drekka ofboðslega mikið magn af kakói. Þá getur orðið slys. En ég held samt að besta jólastressráðið sé eiginlega bara ráð sem allir geta farið eftir og það að bara að hugsa fallegar hugsanir og vera svolítið rólegur. Og það alveg hægt að gera það líka svolítið svona skipulega, ekki það að ég sé eitthvað sérstaklega skipulaður jólasveinn, en þá hægt að sitja bara svona, koma sér vel fyrir á einhverju svona mjúku og hlýju og slaka á og loka augunum og anda svo mjög djúpt. Já, og meðan maður andar mjög djúpt þá þarf maður að hugsa mjög djúpt eitthvað fallegt. Afsakið, ég ætla ekki að hugsa upp hátt.
En nú ég einmitt orðin mjög slakur, bara jólaslakur. Ég er svo slakur að ég þarf eiginlega aðeins að hvíla augun. Hei, halló, stúfur. Ha? Já, afsakið. Kæru Íslendingar, velkomin. Nei. Bíddu. Ég var svo ægilega jólaslakur, ég bara gleymdi alveg hvar ég var. Þarna hef ég ekki mjög góða hugmynd.